Herri, já, þetta lag, það ekkert lögum máli, ég elskar Rauðan og söngvara og Helgi Björns engin undantekning þar á. Og sérstaklega þetta lag, ég tengi mjög mikið við þetta lag og það má alveg stoppa þetta. En setningin svo Tiger trapped inside a cage. Mér líður svolítið þannig. Og actor on an empty stage. Ég var ekki til að vera í einleik, ég fara á auðvitað og ég fekk push-upið. Og svo rétt á undan lína eins og þetta lagið þetta lagið Valentine Lost eða á íslensku Ég lesi lóðatinn. Og það ein lína þarna rétt á undan sem No summer wine, no Valentine og það örugglega margir sem tengja við það. Sérstaklega eins og Halla. Ég þekki margar konur og sérstaklega eina sem elskar sínar beljur og rauðvín og vín og allt. En þú ert eina konan sem ég veit sem í áskrift að kampaðinni. Það komið þig. Herru, má ég ekki vera með þetta? Absolutt. Herru, ég ætla að byrja bara að bjóða ykkur velkomin á þess ásótið sem svona mjög frekar djörf setning. Það er svona frekar djörf setning. Hvað mann með minnstu vektunum þinni. Og mér finnst mjög bjánalegt þegar fólk alltaf að bjóða alla velkomna einhvern. Þú veist, og sérstaklega svona bjóða fólki velkomna eitthvað svo átt ekkert í. Þú veist, þess að ég sé eitthvað bjóða ykkur velkomin, ykkur veislu sem ég var ekkert í sem var Rakel og það í saumadeildinni eða í prófdeildinni og svona og svona, já, eins og ég segi, þú veist, get ekki státa mig að því að vera eitthvað að bjóða fólki eitthvað sem er bara heim til mín. Eða svona, þú veist, ég myndi eitthvað að vera með veislu, þetta búið veislu og svo búin að vera bara sveitt að gera, þú veist, matinn og vínið og hafa fínt og þrífa og allt og svo verður inn í veislu bara velkomin! Velkomin! Þú veist, svo fara svolítið óvanlega með þetta orð. Og ég reyni ekki að bjóða fólk velkomin sem ég á að gema. Ég lenti í daginn að það var sem þetta ég var í vinnunni og það var einhver kona sem var búin að vera, það var sem sagt einn sem var að vinna náttúr og hún nefndi í svona löngu veik, eða var í veikið þegar ég veit hvað máli var og ég sá hana svona á kaffistofunni og ég svona, sér hún mig og hún sá mig og ég svona þannig að ég þarf að segja eitthvað. Ekki það, ég ekkert spenntur sem kom að segja en bara ég mjög óþægilegur í svona samskiptum og sérstaklega sem ég þarf að segja eitthvað og ég verð að segja eitthvað og ég dætti að segja hausum þurfa að hlusta hvað ég segja eins og alltaf þegar ég talaði þú og mér dætti að segja það gott að sjá þig og mér varst að hljóma svolítið svona kannalega eða svona titti svona gott að sjá þig já, það eitthvað mikið gengið á ég veit eða þú veist, að leita mig út, ég er í hundu og ég svona næstum því dætti ég var bara velkomin og fyrsta sem ég gerði var að athuga hvort það væri einhver á stjórnendunum rétt hjá. Þegar þú veist, í þessu leyti þá finnst mér þær svolítið vera með svona velkoman, eða þær. Jói, hvað gerir þú? Hver veit á brjóstunum? Já, hann passar ekki. Ok. Nei, þetta var svona. Þetta átti að vera fyndið, en það er ekki. Hvað var ég að tala? Já, velkjá. Já, ég er mjög óþægilegt, ég finnst allt svona formlegt og svona óþægilegt. Það hitta fólk og ég veit að ef það segir eitthvað, það finnst mér að vera frekar óþægilegt. Og svona, ég kannski þekki mig að það þarf ég alltaf að segja djók. Og ég svona, eins og þegar þessi Friends, þá er ég svona Chandler. Ég get ekki við alvarlegur, mér finnst allt bara erfitt. Og ég hef þetta líka frá pabba minn, hann svona þurfti alltaf að segja eitthvað djók, þú veist, það er Óli heima. Ég var heima. Nei. Og svo svona ég fór í bankan eða eitthvað, eða tekka með í bankan eitthvað, þetta er alltaf sem í dag. Og það var svona, hvað segir þið gott? Það var bara slæmt. Og þú veist, það var alltaf.
Svo gaf hann aldrei sagt sko, hvernig gekk, ég var að spila leikir eitthvað og hvernig gekk? Hvernig labbaði? Og mér alltaf fólk, þess að ég veit ég þarf að hringja með veikan og ég reyndi að ákveð heilt ár sem hringdi ekki með veikan, þá hjá Vilborgu. En það var ekki út að ég var ekki veikur, þá bara ég var svo hættur að sýnda þess að ég var Vilborgu. Þannig ég var bara torveikur, en svo var ég bara alveg upp og við allt styr og ég þurfti að hringja í og Erla mér, ég elska Erlu. Og án ég segi það, hún ekki hérna, en ég sem búinn að segja þetta og ég hef að segja þetta. Já, ég var alveg bara með döðandi, sko. Og ég með þess að var bara, já, ég hringi með þig. Bara, þú ferði ekki, og það var hringt fyrir mig og bara svona lág með þá og síðan bara Læta og það ég ekki fyrir. Þess var það. Réttarskóli góðan daginn. Og ég svona ég er réttur. Og hún svarar eitthvað svona, úi, þú ógi, það alveg. Og þá sagði ég bara, heyrðu, ef þú átt að vera svona, þá átt að ég vera veikur í dag. Og þá segi ég, ertu veikur, elsku mín? Það var alveg veikur með mitt. Og eitthvað, heyrðu vel að ég veikur. Og já, svo var ég að segja Túra, ég þekki Túra manninn náttúrulega. Eða svona, ég góð eitthvað, ég þekki náttúrulega frekar vel. Ég var að segja honum frá þessu, þetta var svona einhver hómar, eitthvað dómar og mér sem tekur svo bara. Honum fannst þetta ekkert sérstaklega fyndið. En það var eins gott, ég sagði ekki frá því þegar ég var tóttir öll og hún var eitthvað, það var eitthvað víkund á Sæbergi, ég bara svona og var eitthvað í símanum við og ég svona hvað er það ekki beig? Ég svona, það svona, hún að tala við ykkur og ég sagði, ég get þetta að tala og hún segir hérna og ég bara, síðan fyrir eitthvað flýsir íkona fyrir því sem bara, hvað myndi hugsa klukkan 10:30 og ég segi, spurði ykkur hún er? Oi! Þetta er dóttir mín, hún er 8 ára! Þegar ég þess dóttur, Mói heitir hún. En hún er 9 ára í dag. Já, ég er að segja ykkur sko, ég er rosalega sko þá ótöfnbyrðir, þá skiptir álit annara miklu máli. Þú veist, og ég er eins og eitt áramótætt og þá var ég hægt að vera svona mikið í spiklun. Og þú veist, ég veit að öll upplifun af mér sé frábær. Að það sé frábærlega með mig og hlæja og það gaman það. Og þú veist, ég er mjög hörðsár og þegar menn er svona hörðsárir þá er þetta gagnrýna. Og svo líka þegar maður hagar sér svona í vinnunni eins og ég geri, þá er maður svona, þegar maður kallar á fundur um margum og þá er maður alveg bara shit. Þú veist, Eydís situr að tekja við þetta, þú hagar alltaf eins og hluti í vinnunni. Hjarta situr að fara svolítið að stað þegar margir kallar hann á fund. Ég fór bara 3 spöld þessu vögu. Ok. Áður en ég segi þessu sögu, þá vil ég samt taka fram að þessi vinnustæði er skemmtilegasti staði sem ég vinna á, bara því að þetta er bara hópur af sama safn af ógeðslega skemmtilegu fólki. Og ég er bara, mér þykir rosalega vænt þessa vinnu. Og þetta er 4 árum eftir verið ég væri aldrei ef þetta væri actually gaman. En sem sagt, ég er hörðsár og lítið og margir tekur mig og segir, og þú talaði mig? Og ég segi, já, ekki mál, og það er ekkert svona, þetta er ekki eitthvað svona hittum eftir kattið, það er ekkert svona komlingar. Þannig ég var, og maður fyrir eitthvað fúlt í þessu, þegar maður er hörðsár. Og svo hvað getur komið til greina, heyrðu? Og nokkar að hendi í bara,
þetta verður að mæta bara réttum tíma, ekki vera tími í drýgir eða eitthvað. Og svona eðlilegt respons og kannski bara svona, já, ekki málverðin, ég bara græði þetta fyrir gæð, húð. Ég var ekki að þeim búið. Hún sagði mér strax þegar hún kom inn og ég sagði, þegar ég kom, nei! Veistu það, Margrét? Núna ég búinn að láta mig hafa þessa vinnu hérna 4. árið að halda þessa bolta hérna á floti fyrir ykkur. Og svo ákvað ég að henda í, ég er mundur eftir og ákvað næst að segja, nei, ég held ég sé bara hægt. Þetta er bara búið hjá mér. Ég geng bara hérna út. Og bara svona, hvað, fór ég svona, hún hefur alltaf að tapa, en ég hefur alltaf að tapa. Og fór ég svona, hvað, ég veit að það ekki, en svona, ég var að hugsa bara það, bara finna einhvern Sigurjón út á götu bara. Ætlaði kannski að láta Maríu bara þrýta í þetta í nólagáð. Það er ekki bara í gangi. Þannig svo rann það svolítið upp því að þetta hljómar svolítið kunnulega. Og þá fannst þetta að vera svona, ég veit nefnda sem segir þetta daglega, það má ekki hérna sömu á betta. Það ég geng bara því það út, þá var ég bara vaðin. Og ég sagði, já, ég er svolítið eins. Og svo var ég alltaf að pæla í svolítið verklag hjá mér þegar ég fer í svona spírall með hausinn, það var svona allt ómögulegt og ég var fyrir það að vera eitt, sko. Og hérna, byrja hvert var ég komin. Já, og að virka fyrir mig þegar fólk segir bara eitthvað, þú gerir svo lítið út, ekki svona dramast eitthvað mennir, segir bara, come on, þú veist, hætti að vera svo mikið dramakum. Og þá svona snappa ég út úr þessu. Ég ætla að prófa þetta ákveðin þegar hann nefna þessu. Ég segi, hei, hætt þú nú að vera svo mikið dramakum. Hættu fucking kjafti! Þannig að það er ekki sama verklag með mig. En Halldór er stundum með fundi hvernig verklag á mig. Ég hef aldrei boðað á það. Hefur, þannig að, og svo segi ég ekki fara með þetta lengra. Þú með eitthvað á pækjum. Svo hendi ég er bara búinn að vera svo ánað með eitthvað stóknum. Og Margrét sátt hann í stólnum. Svo hvað ég segja, og sérstaklega þig, Margrét. Og horfði svona yfir á henni. Og þegar ég veit Margrét er, hún er bara svona blíð og sæt einhvern veginn svona. Það er svipurinn á henni orðin einhvern veginn svona. En ég er ekki hættur, ég bæti einu við. Og þegar ég bætti við hug hana með brengum. Já, ég var tókst þetta. Svo sagði, ég ákvaði að hendi. Af hverju heldur þú, Margrét, að ég sé svona góður í því sem ég gerir? Ég er ekki bara að tengja þetta, ég er eins og krakkar. Þessi er ég. Þannig að einhvern veginn var ég að segja við hana, ég veit ekki hvað ég er að búast við, ég hef verið að búast við stöðuhækkun eða eitthvað. Viltu vera kennari, Ólafur? Viltu vera kennari? Eða getur við búið til eitthvað stöðu fyrir þig? Hvað heitir staðan þín, Jói? En hún fyrir að endaði þó að segja, þú veist, ég vildi bara hérna upp, ég vildi bara tala þetta morgun. Það er, jú, ok. Svo var ég svo á morgun. Að ég hlóð beint til Halldór út. Halldór, og ég sá, varst þú að klaga mig í morgun? Svona eins og við þau væri bara eitthvað svona jafningar. Hún er bara, þú veist, sko næsti yfirmaður minn. Og það er hægt að finna betra nafn á yfirmanni heldur en Halldór Haraldur. Halldór Haraldur tók á þau. Hvað er hann Ólafur? Halldór! En Halldór sagði, Halldór horfði þau með okkur og sagði,
Ég hef búinn að reyna allt. Ég hef búinn að reyna allt. Reyna allt. Nei, ok. En ég hef búinn að standa það samt betur. Lögum fyrir Ólaf. Já, takk. Hvað er tíminn að þú búið? Bara, þetta er alltaf Já. Byrju, já. Hlýtur að vera með fleiri sögur. Já, reynda þegar við þurfum á fundi. Já, henni Halldóru. Það vill hún að við séum öll mætt inn áður en hún kemur. Og hún vill að við sittum bein í baki og svo hún lappar inn þá fyrir öll að vera Halldóra Rut. Halldóra Rut. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Óli.